Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Þegar Helena Dajak flaug með manninu sínum Sigurði Aðalsteinssyni yfir litla þorpið Ítt og Kort og Mýtt á austurströnd Grænlands í fyrsta sinn fyrir nærri 30 árum, trúði hún ekki að nokkur byggið þarna. Við tökum flugið með Norlandair frá Akureyri, norður í Scoresbysund og eigum stefnumót við þau hjón sem dvelja þar í húsinu sínu sem þau keyptu fyrir 25 árum. Það svolítið fyndin. Þegar 90 þegar Siggi og ég voru að fljúga í þjóðgarðinn, stærsta þjóðgarðinn í heimi, og þá flugum við hérna yfir og þegar ég horfði niður þá fannst mér að ég sé húsið og ég þorði ekki að spyrja Sigga. Hann segi bara, þú ert bara eitthvað klikkuð, sko. En ég sagði, jæja, ég verður að gera það. Ég sagði, sko, mér finnst ég að sé húsið hérna niðri. Og þá var það rólegur eins og hann er. Já, þetta er Scoresbysund. Hérna, fólk býr hér. Og ég sagði, ég bara hugsaði, það getur ekki verið að fólk býr í svona stöðum, svona afskekt. Og það gerðist eitthvað, ég veit ekki hvað, eins og maður veit svo lítil í lífinu. Og ég bara fékk þessi tilfinning að þessi þorp verður sko mjög mikilvægt mér. En það var bara svona hús, þú veist, bara svona og við flugum bara áfram, sko. En ég reyni verið, sko, svo hitti ég veiðimann í Mestarsvík, í þjóðgarðinum. Hann var með dönum að skjóta sel til að finna hvað mikið led í selum, sko. Og hann talaði ekki neitt annan nema grænlensku. Boas Madsen. Ég man mjög vel eftir honum, hann átti afmæli 22. ágúst, því á 18. ágúst. Og ég var alltaf elda, sko, við vorum í Mestarsvík í nokkra vikur. Já, kannski 2 vikur. Og hann sagði við mig, það er svo góð matur hjá þér, má ég koma og borða oftar? En bara svona, þau sína mig, gott. Og ég kem með eitthvað, svo hann kom með herinn, hann kom með selkjöt og svona. Og ég sagði, já, þú ert alltaf velkomin. Svo ég spurði hann, hvaðan ertu? Og hann sagði, frá Scoresbysund. Það lifnaði ég, sko, þú veist, alveg. Aha, sagði ég, Scoresbysund. Og svo bara fer hann, og ég, þegar það var búinn með verkefni hans, og ég fer til hans og segi, sáumst í Scoresbysund, sagði ég. Og hann segi bara, nei, sagði ég, nei. Að því þetta hugsa bara, hvernig ætlaði hún að koma að Scoresbysund, þú veist, og svona. En ég sagði, sáumst, og 4 árum setna kem ég, sem þess að 94, það er 4 ár setna, eftir miklu, sko, ég reyna mikið til að koma í gegnum nonna, en bómeistarinn vildi ekki hafa mig hér í sambandi með túrisma. Hún bara sagði, nei, túrismi, nei, ekki hér. En það tók 4 ár, og þegar ég hitti Boas fyrir framan Káni, ég fer til hann, ég sagði, hvað sagði ég við þig? Við hittumst hér í þorpinu þínu. Og hann bara brosti. Hann var svona alveg brosti þvert yfir, sko, og gladur að sjá mig. Já. Svo þetta er svona fyrsta kynni, sko. En þetta svo koma alls konar pælinga, og að því þá er ég búin að stofna 88 stofnaði Nonna, ferðaskipstjóri Nonna á Akureyri. Og var að, sko, þegar ég kem hingað, ég hafði í huganum, eins og ég sagði með bómeistarinn sem var kona þá, Anne-Sophie Hammeken, í gegnum túlk, að ég er að hugsa ekki bara, sko, þú veist, salva mér sem slíkt, en það verið gaman bæði fyrir veiðimenn, þegar, sko, veiðimennska er búið svona apríl, byrjun maí, það verið gaman fyrir þau að fara með túrista og sýna þeim hvar þeir búa og hvernig þeir búa þessu stað. Og það var, sko, í rauninni verið, sko, 96 sem voru fyrsti gestir. Það var, sko, maður frá Svíþjóð sem keypti hundasleða í heila viku. Og þetta var svona fyrsti gestur í gegnum Nonna. Og þaðan áfram þá bara byrjaði á fullu, bæði var ég með kajakferðir yfir sumar, inn í fjörðinn, og bátsferðir sem veiðimenn, sko, fóru með túristar, og svo hundasleða apríl, maí, það var hægt að fara með hundasleða alveg fram í lok júní. Það var svo mikið, þú veist, íslagður
og ekkert vesen að fara bara alla trísur í reynu veri. Svo þetta var svona einhvern veginn byrjun, en mjög snemma fór ég að tala við þau að þeir verða að stofna fyrirtæki. Af því það annars þetta bara eins og hobby, en þá gerist ekki neitt. Það þarf að vera sko skráð að hérna er fyrirtæki í þorpinu, að því ef að því gerir ekki þá kemur einhver útlendingur, getur verið þjóður frá Svíþjóð, Noreg, skiptir ekki máli. Og þeir bara heyrðu ekki, hvað er fyrirtæki? Þeir bara vissu ekki neitt um það. Og á endanum sko, þegar sá að þeir voru sko svo óöruggir og vildu ekki í raun og veru gera neitt, að ég stofnaði, sem sagt Nonni Travel Greenland, APS. Og þetta var sko í janúar 1997. Og fyrirtæki enn þá í dag. En þá var ég er með 100% eigandi. En ég sagði þeim, ég er að gera þetta bara svo við byrjum. En þið verður að yfirtaka, þið verður að kaupa hluti. Og þeir gerðu þetta smá saman með því, ég sagði það þarf ekki peningur, en þeir gáðu mér kannski ísbjarnaskín, selskín, þú veist svona kjöt og svoleiðis. Mér var alveg saman. Það bara sko þau sá að þeir verður að kaupa. Það er ekki bara ég er að gera fyrir þau. Af því ég hef tröllatrú að þú gefur ekki fólki fisk en þú kennir þeim að veiða. Fiska. Þetta er aðalatriði í lífinu. En hvernig gekk þér að kynnast fólkinu í þorpinu? Þetta er veiðimenn sem hér búa. Já, þeir auðvitað töluðu ekkert annað nema grænlensku. Svo ég fekk túlk sem var í reyni verið vinur okkar og þessi fjölskylda hefur haft mikið áhrif á okkar lífi sko, sem við erum ennþá í dag mjög tengtir, þó hann farinn. Og hann vann hjá í Constal Point og Siggi þetta sem flugstjóri eða flugmaður, var alltaf að fljúga hér og þeir voru vinir og við spurðum hann ef hann myndi sko vera túlkur fyrir okkur. Svo við komum inn í júlí 1994 hingað með þyrlu og vorum að halda fund heima hjá veiðimanni og ég bara talaði og hann var að þýða. Og ég talaði frá hjarta mínum og ég held að veiðimenn þau fundu það. Svo bara Anna líka, ég kom með pelahandla öllum. Því ég vissi ekki að alkohol var vandamál hér. Og ég hugsa bara, ég verður að koma með eitthvað handa þeim. Svo ég kom með halva flösku af vodka fyrir alla. Ég vissi hvað margir verður á fundinu. Og ég sá augu þegar þau var að fóru svona. Og ég hugsa, akkur er þau ánægðir með halva flösku? Ég skildi þetta ekki með svona litla pela. Svo fikk ég skýringu seinna. Ég var alveg tryggt að við vinum hóp fyrir allan ævi. Svona er verið maður næv, sem er gaman. Það er nefnilega það sem er gaman. Að því, sko einhvern veginn við tölum sama tungumál þó við gátum ekki tala saman. Það er sko sálin og þessi vera batn í sér eins og ég er og þau eru mjög mikið það. Við gátum bara að skilja hvort annað með augu og svona og hann var að þýða og þau voru bara allir til að gera svona, að fara þú veist með túristar og ég sagði eitt, ekki breyta, ekki vera öðruvísi, þið verða að vera eins og þið eru. Ekki fara að kaupa sig eitthvað eða sauma ísbjarna buxur og svona. Nákvæmlega eins og þið eru. Fólk verður að koma og sjá hvernig þið lífa, í raunu verið lífa, en engin sko svona Hollywood-stæl. Og þeir gerðu það. Þeir bara voru stundum bara með þessu ánvettlíka og ég það voru bara kalt, en þeir bara ekkert mál sko. Voru með hundasliða til Constal og ég elska hundasliða. Þetta finnst mér það besta transport sem til er og allir túristar sem komu sem sagt frá 96, þeim fannst þetta sko alveg ótrúlegt. Hvað er svona sérstakt við að sitja á? Kyrrðin. Þú heyrir bara hunda anda, þú veist, þeir eru sko hundar sem eru sko þeir eru bara til að vinna, til að hlaupa og þeir gera það svona 12 kilometra á klukkutíma. Svo þetta tekur svona 6 til 7 tíma frá Constal Point hingað heim sko, sem ég hefur oft gert það í staðinn að fara með þyrlu, ég bara pantaði hundasliða og þá kom ég bara hingað. Og þetta er í reyni verið sko ástæða að við keyptum hús að því ég vissi ég myndi vera mikið hér.
með því að stofna fyrirtæki og svona. Og það var lítil gistiheimili í bænum sem var bara alveg, þá er þetta ekki heimili. Þú getur ekki verið með fundir þar og ég svo mikið manneskja að vera í eldhúsinu. Mér finnst gaman að elda og bjóða fólki mat og spjalla og svona, hafa svona heimilisatmosfér, sko. En þetta þorp hérna Þetta var ennþá til, það er þetta til núna, en það var ennþá sko í gangi. Það voru ennþá veiðimenn hér að búa, það var ennþá ramak hér fyrir þau, það var servicehús, það var svona, í reyni verið allt sko fyrir veiðimenn. Þetta var veiðimenn. En Tobin höfði þetta byrjaði fyrst með 56 og ég er nú ekki alveg góð með tölur, en þetta var veðurstöð. Já, veðurathuganstöð. Veðurathuganstöð. Akkur var svona fljóta ákveða þig að kaupa húsið? Að því ég hlusta innsæði mín. Já. Ég geri það. Ég held að þegar við vorum með hundasleiða hérna framhjá og ég horfði upp og sá þessa hús og ég spurði Jens, vinur okkar, hver á þetta hús? Og hann sagði, vinur mín, ég sagði, ég ætla að kaupa þessu hús. Og Siggi var með mér þetta, hann bara krossa sig, þetta kona mín, og ætla bara að kaupa hús. En ég var ákveðin. Stundum bara þú verður að vera ákveðin. Það þýðir ekkert að vera flexible, bara inflexible. Þú bara gerir hluti að því þú finnur að þetta myndi hafa sko svona einhverju svona áhrif í lífinu sko. Hvaða ár var það sem þið keyptuð húsið? 96. Það var svona snart. Það var 96, strax 96. Og við fórum í bæn og Siggi held ég að búin að gleyma, en ég gleymi það ekki. Svo ég sagði, sko Jens, þú ringir til vindinn, ég vil tala við hann, ég vil sjá hann í dag. Og Siggi sagði, við skulum hugsa málið þegar við komum tilbaka til Ísland. Too late, í dag, sagði ég, í dag. Og hann kemur, Jan Lorentzen, að því hann bjó hér og reyndar sko skóli var, þetta var skóli, og skóli var bara, það var búið, allir sko sem voru hér þegar ég flutti í bæn og ég talaði við hann og við gerðum samning og ég sagði leið ég kem tilbaka til Ísland og borgaði og ég gerði það og keypti húsið. Sá aldrei eftir og Siggi ekki heldur sko. Nei, breyttist viðhorf heimamanna til ykkar? Algjörlega. Já. Við vorum þetta fyrst í útlendingar sem voru í Kap Tobin. Það voru sko ég held 3 veiðimenn, 3-4 veiðimenn, meðal annars líka Boas Madsen sem ég hitti í Mestarsvík. Hann var með húsi hérna niðri. Og það breyttist að því ég bauð þeim í mat og við tölum saman og vorum sko að spjalla framtíðina, hvernig ætlaðum við að gera fyrir þau og ég útskýrði þetta fyrir þau, segir þið eru veiða selskinn, þið fá svona mikið fyrir selskinn, þá var ég held þá 550 danska krónur, þó var þetta borga niður sko, það er ekki alveg. En ég sagði fyrir hundasleiða, þið fá þetta í reynu fyrir sko bara nokkra klukkutíma, þá fáðu þú miklu meira. Og ég er svona rökkrikja með þau hvernig, og það er svona smá saman þetta fór inn í hausinn hjá þeim og þau sá að það var hægt að gera það og fannst þeim þetta alls ekki vitlaust að því það var svona dauði tími frá maí til sko júní sem var enda hægt að fara á hundasleiða sem þetta smá saman kom þetta. Svo þetta eru allt saman veiðimenn? Allt saman veiðimenn, já. Og þá voru sko hér tæplega held 30 hundasleiða. Sleiðar á þessu sæði. Núna eru kannski 14. Það er minkað svo mikið. Og það er það sem ég sé munurinn. Í Kap Tobin, þegar ég þurfti að komast í bæn, þá fór ég bara út ég vissi, það var sko vísi veiðimenn sem fóru annarkvort mánudaginn og föstudaginn að vesla í Káni. Þá stóð ég hér og sagði, má ég koma með ykkur? Og ég stökk á sleiða, fór og hann sagði 2 tíma. 2 tími. Og hann var að kannski vesla og kaupa bensín og þetta og hitt og svona. Sen þarf ekki bensín en sko fyrir prímusar. Og það sem þau þurfti og ég gerði það, ég keypti allt sem þurfti að kaupa og svona. Og svo bara beið ég niður á slettunni og þá komum við heim sko. Nú er góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Góði, alltaf góður. Þegar Helena og Siggi settust að í Unartog var þeim vel tekið. Hann var á þeim tíma flugstjóri og framkvæmdastjóri hjá Flugfélagi Norðurlands og hún framkvæmdastjóri ferðaskrifstofuna Nonna á Akureyri.
Það var í raun tilviljun sem réði því að þau fluttu í Scoresbysund í eitt afskekktasta þorp í heimi. Það voru hérna, við getum kannski sagt svona 5 fjölskyldur. Annarkvort barnlaus, einhleypur einn og með svo ungbörn að þau voru ekki byrjuð í skóla. Og þannig var það smáfækkaði samt og 2012 það svo komið að enginn býr hér fast. Og þá var byggðin lögð niður, eins og það heitir, slökkt á rafstöðinni og eftir það þetta notað sem frístundabyggð. Öll húsin í eigu einhvers og menn koma hérna á hverju ári. Oft bara margir, fjölmennt. Rifjaðu aðeins upp með mér þú fórst hérna fyrst að fara til Grænlands á bara þú sem flugmaður og flugstjóri. Já, hvers vegna sóttust eftir í að fara til Grænlands? Já, það var náttúrulega lifibrauðið. Það voru tekjur í þessu. Var það bara peningar? Já, við skulum segja það, bara peningar. En svo kannski ekki alveg ólíkt og óbyggða svona bakterían á Íslandi grípur mjög marga og þeir fá sér jeppa og nota hvert tækifæri til að fara svona upp í óbyggðina kyrrðina og þetta svipað. Ég held að þessi baktería sé skyld og maður fekk hana og það fá margir hana, ekki allir en sumir ónæmir. Já, þegar þeir koma hingað? Já, þegar þeir koma hérna. Og ég hefði smitaðist alveg sko og Helena líka. Já. Hún hreifst af þessu landi. Já. Og 25 ár sem eru komið? Já, við erum búin að eiga hús hérna í 25 ár og komið hérna einu sinni 2 ára á hverju ári, 3 vikur í einu kannski. Hvernig samband ykkar við fólki í þorpinu? Já, ég vona að það sé gott. Við erum allavega mjög ánægð með fólk. Þetta eru góði vinur okkar margir og einlægt fólk. Við erum, það má eiginlega segja sko að fólkið alveg helmingur að þessu. Og það upplifði ég ekki sem flugmaður fyrst. Það var það meira bara náttúran sjálf, fjöllin og fjarlæðirnar og allt þetta óbyggðirnar. En svo kom fólki til viðbótar og það þegar öll á botni kvöld, þá það nú eiginlega sko góður helmingur af eiginlega aðdráttaraflinu. Það bara þannig. Við komum hérna til að eiginlega gera ekki neitt. Í 3 vikur sko erum við bara út á svölum eða á smá skíðatúr eða eitthvað bara eiginlega ekki að gera neitt. Það krefst húsið, reksturinn á því, þú þekkir það, smá svona vinnu en best bara þegar maður ekkert að gera það. Við erum ekkert mikið að veiða eða neitt. Nei. En nú þetta veiðimanna samfélag? Jú. Þeir veiða fyrir ykkur? Já, þeir gefa okkur fisk og kjött. Þeir gera það. Já. Hvað vilja í staðinn? Ekkert. Aldrei neitt í staðinn. Þetta gaukum einhverju að okkur. Við kaupum stundum eitthvað í Íslandi og sendum þeim sem vantar og svona. En það engin svoleiðis kredit og debit í því. Nei. Að þú stekkur ekkert hérna út í búðina eftir einhverju þegar þið vantar? Nei, við reynum nú að hérna, þegar við förum í bæinn að kaupa eitthvað og tökum vatn og svona. Já. Helena auðvitað grænmetisæta, en það smá vandamál. Hún tekur nú svona það sem hana nauðsynlega vantar að heiman. Frá Íslandi? Já. Hér áður fyrir var nú miklu meir hunda og hundasleða, menn veita á þessu og voru miklu fleiri veiðimenn. Þetta bara svona fortíðin, unga fólkið vill leggja annað fyrir sig, þessu hefur fækkað mjög, þannig að okkur svona gestunum finnst svona leiðinlegt hvað lítið af þeim, en þó eru þó nokkrir í gangi. Og menn nota á eingöngu til ísbjarnaveiða, sko, það má ekki fara á neinum öðrum tækjum og líka til smáferðalega ferðamenn leigja sleða fyrir sig og hafa gaman að því. En bátarnir í fjörunni, hvaða? Þeir eru notaði til veiða. Menn komast á þessum bátum náttúrulega sem að engin leið að feta sig rekísinn. Menn draga bátana yfir ísbangir, halda áfram ferðinni hinum megin. Og þetta svona byrjar í mars, strax í mars. Lífríkið mjög, hvað ég maður segja, ríkt eða... Já, þessi opni sjór hér í mynni Scoresbysund fjarðarinnar undirstaða eiginlega lífríkisins hérna á svæðinu. Þetta mjög sérstakt. Hér og hvar í heimskautstónum, sko, en það á Norður-Grænlandi líka hérna á austurströndinni nyrst, þar líka svona tilfelli. En þetta laðar alveg að sér öll sjávarspendýr sem lifa á fiski og svifi og ísbirnirnir eru náttúrulega efstir í fæðukeðjunni. Þú hefur
Hefur við séð þá nokkra? Já, marga. Fleiri í seinni tíð heldur en til að byrja með. Það munar miklu. Og hvers vegna get ég ekki sagt nema að það vitað að þeim hefur fjölgað. Já, bara frá náttúrunnar. Já, þeim hefur fjölgað. Já. Það er meiri friður í gangi og þeim hefur fjölgað en svo hegðaði sér öðruvísi. Ísinn er öðruvísi, hann er misjafn frá ári til árs. Mér finnst ég ekki sjá beinlínis neina sérstaka þróun í því, en við erum ju þennan náttúrulega, við sjáum ekki línur, mannfólkið. En svo segja aðrir að hann sé líka þynnri og ég ætla ekki að mótmæla því. Gengur þú með byssu til vonar að vara? Já, við förum eitthvað svona frá og tala nú ekki ef maður er ekki á vélslega, þá hefur maður í fylgd með. Já, það er ekki spurning. En hér eru menn bara hræðan í burtu? Já, sko, þegar kvótinn er búinn, 35 dýr, þá verður að gera það. Því að skjóta ísbjörn utan kvóta, það er bara gert í sjálfsvörn og það er heilmikil skýrslugerð. Það gerir enginn það að ganni sínu eða reyna að svindla eitthvað á því. Við fá ekkert á dýrinu, það er jafnvel að flytja skinnið á eigin kostnað til núg og allt mögulegt lífsýni. Það gerir enginn það. Heldur við eigum nokkuð búin að sjá bjössa hérna? Maður veit aldrei með það. Sko, í fyrra voru óvenjulega margir. Þeir eru greinilega færri núna. En samt sko bara vitum við, þó við ekki séð þá vitum við af þeim í kringum okkur sko bara frá fyrsta degi. Kannski ekki alveg hverjum degi sem við fáum fréttir en næstum. Nei, og svo er ýmis önnur dýr sem að koma Já, það er náttúrulega, sauðnautin sjást nú lítið hér. Þau eru meira inn í landinu. En það eru læmingjar, þessar mýs sem ekki hafa neitt skott. Það er heimskauta hliðstæðan við mýsnar okkar, hafa mýsnar. Og á þeim lifar bæði refir og hreysikettir. Hreysikötturinn er á veturna hvítur með svörtu skotti og hann grefur sig niður undir snjónum. Refurinn veiðir það með öðrum hætti og ofanfrá, hlustar eftir þeim og stekkur niður og nærði þeim greiðunum svolítið. Svo eru þetta fuglarnir, komnir núna sólkríkjurnar, koma snemma, gæsirnar er að byrja að koma og við sáum hópa æðarfuglum daginn. Svo eru nokkru sem eru allt árið? Já, hrafninn er allt árið. En meira að segja fálkinn sem er staðfugl á Íslandi, hann færir sig eitthvað hérðan, hann er ekki hérna í veturinn. Kemur á vorinu og fer á haustinu. Þið komið hérna á hverju ári? Já, við höfum gert það síðast í 25 ár. Hverjum ári oftar en bara einu sinni, sko. Sérstaklega þegar fyrirtæki var stofnuð og við skulum segja fyrsta 7 ár þá var ég bara hérna kannski 3-4 sinnum á ári og síkið þetta var að fljúga svona. Og þetta var mikið púl, sko. Að vinna í skrifstofunni kannski allan daginn og svo var ég keyrð út til því hingað og þá var internet í húsinu líka því það var ennþá rafmagn í þorpinu. Sko. Og ljósastaurar. Og ljósastaurar, þú séð það ljósastaurar. Og sem sagt, svo ég gat unni mikið heima líka. Senda allt post til nonna, til Akureyra og fikk tilbaka og svona ýmislegt. Gerði mjög mikið sko hér. Jafnvel í þessu afskektasta. Já, ég gerði það. Ég held að við vorum svo fyrsti sem vorum við internet hér í Kap Tobino og jafnvel í Ítakortomit sko. Að því þetta ég þurfti að halda, en svo mistum við þetta allt saman þegar þeir stoppuðu hérna rafmagnsframleiðslu sko. Og það er núna bara, það er 2003 held ég. 2003 og við erum með okkar einn generator núna. En utanum allt þetta er mikil og djúp vinátta með fólkinu í þorpinu. Það þekkja ykkur Sigga allir. Já, þetta er lítil þorp. Jú. Jú. Og við erum þetta svona eins og maður segja aðkomu fólk, já. Eins og maður segja, ef það er eitthvað að þeir hlýtur að vera aðkomu fólk. Þetta er þið og Akureyri. Já. Nei, jú, það er kannski aðalatriði. Sko, þú gerir þetta hluti ekki til að fá einhverja þakklæti tilbaka, en þegar þú sé að blómin er að fara að vaxa, það er þetta ekki hver einasti fræ sem maður setur niður, en þetta er að koma hægt og rólega, auðvitað gleðja mann þar.
Það bara eðlilegt. En vinátta okkar með fólki hér ómetanlegt. De har været søde personer fra starten af. Var de alltid velkomne? De er altid velkommen, og jeg føler også, at vi er altid velkommen, når vi kommer til Island. Ja. Så bliver vi hentet i lufthavnen. Hva var det som var det ikke vanskelig å tro at noen fra Island ville komme hit for å bosette seg, eller? For nogen er det dejligt at komme her, også fordi det er stille og roligt. Så det er nok derfor, de har købt hus i Kaptobin. Ja. Og så de er velkommen her i byen. Jeg synes, Helena og Sigge har været de sødeste mennesker, man kan kende. De er ligesom familie. Jeg siger altid min islandske familie. Alle mine børn kender dem. Også børnebørn nu. Ja. Så de har gode hjerter. Og det betyder meget. Det er som vi har kendt i mange år. Jeg ved, Helena, hun er en rigtig god person. Så derfor har vi kontakt hele tiden til hinanden. Lige meget om hun er i Slovenien eller et andet sted i verden, så har vi kontakt med hinanden. Hvernig gengur að fá afkomendurna til að koma? Sonur minn Árni, hann elskar þessi staður og ég held að ég elska hann líka mjög mikið allir hérna í þorpinu. Það svo auðvitað gaman að sjá að afkomendum þeim finnst þetta virkilega flott og hann elskar Grænland og búinn að vera með leiðungar hingað bara í mörg ár sko. Og í rauninni hann var bara 10 ára þegar hann kom fyrsta skipti með okkur sko. Bæði siglandi og svo inn í fjörðin með kajakar og meina, hann bara svona eins og heima hér líka sko. Svo það mjög gaman. Mjög gaman að vita að þetta fer áfram þó við verðum ekki hér sko sem sagt auðvitað ekkert eilífa. Nei, en það verður einhver hér. Það verður einhverju hér sko. Já. Og ef ekki þau, þá líka fjölskylda, sem sagt Grete og fjölskylda þeirra svo fjölskylda okkar og við eigum sko Guðson, sem sagt sonur Gretu, Gatti, hann ungvak, Guðsonu okkar og þá auðvitað getur maður bara að gefa þeim sko húsið. En það verður alltaf einhverju sko sem getur nýtt þetta sko.